en 1 plus x í öðru fyrir x á bilinu mínus 1 upp í 0. Við ætlum að nota meðalgildisetninguna, ætlum að byrja á að pröfa að gera það þannig. Það fyrsta sem ég ætla að gera er að endapunkturinn hérna á að vera með, ég ætla að gá. Ef x er aftur á mínus 1, gildir þá ójafna mín. Þá stendur rótin af 1 mínus 1, sem er rótin af 0. Og skakkur greið, svona. Er það minna en, er ég að spyrja, en 1 mínus, plus mínus 1 deilt með 2, getur við sagt. Þetta er sem sagt hálfur. Og já, sannarlega gildir að 0 er minna en hálfur. Þannig að ójafnan gildir fyrir x eftir mínus 1. Nú skulum við skoða þá allt bilið frá mínus 1 til 0, opna bilið. Okay. Ég ætla að byrja á að búa til fall. Ég ætla að kalla þetta fall f af x. Við ætla að þetta fall vera rótin af 1 plus x mínus 1 mínus x deilt með 2. Okay, það er engin tilvíðin að vel þetta. Önnur leið til að skrifa þetta hér er að segja rótin af 1 plus x mínus 1 mínus x deilt með 2 er minna en 0. Þetta er bara önnur, þetta hérna eru tvær jafngilda framsetningar á sömu ójöfnu. Og segja þetta er vinstri hliðin hérna sem ég vel mér. Það er líka hægt að velja annað, við pröfum að gera þetta. Og segjum við, ég sé að þetta er samfellt fall. Það er samfellt og það er diffralegt þetta fall. Og af hverju spurði þið? Nú, ég veit að rótin af x er samfellt og diffralegt fall, allstaðs það sem er skilgreint. Fyrir x læri 0, sem er það sem ég x á bilinu mínus 1 til 0, þar er þetta fall skilgreint og það er samfellt og það er diffralegt. Og þetta við erum að tala um á opna bilinu frá mínus 1 til 0. Ok, þetta hér er margliða, þær eru samfelldar og diffralegar fyrir hvaða x sem er. Þannig að við segjum f er samfellt á öllu bilinu frá mínus 1 upp í 0 og diffralegt á opna bilinu frá mínus 1 upp í 0. Ok, þá er samkvæmt meðalgildisetningunni til c sem er á bilinu mínus 1 til 0, þannig að afleiða fallsins f í punktinum c er jafnt og f af 0 mínus f af mínus 1 deilt með 0 mínus mínus 1. Ok, sannarlega gildir þetta. Nú, til að geta sýnt þess fram á þessa ójöfnu, já, hér værum við með bara einhverja tölu, eitthvað fasta og hér værum við líka með fasta. Við fáum ekkert fram sem hefur eitthvað með ójöfnu að gera. Þannig að við gerum eftirfarandi, segjum, ok, þetta er alveg rétt, þetta gildir svona. En það sem meira er, ef ég læt nú hérna, ef ég læt nú í staðin fyrir að skrifa mínus 1 upp í 0 hérna, þá segi ég frá x upp í 0. Og x læti vera einhverja tölu sem er stærri en mínus 1 en minni en 0. Stærra jafnt á mínus 1. Ok, þá get ég gert nákvæmlega sama nema í staðin fyrir f af 0 og f af mínus 1 segi ég, þannig er ég með x. Svo ég, í staðin fyrir að hafa bilið frá mínus 1 upp í 0, þá læti ég að vera frá x upp í 0 og x er einhver tala á milli mínus 1 og 0. Sérlega gildir það. Pröfum að setja núna inn í þessa jöfnu hérna. Ef ég diffra f, við skulum skrifa bara hvernig diffra maður f. Ég fæ 1 á móti 2 sinnum rótin af 1 plus x, mínus diffraði er 0, mínus x deilt með 2, það er eins og hálft x, þannig að ég fá mínus hálfur, sem svona. Svo setja ég inn í jöfnuna. Þannig að þetta hér, fyrir ofan, er jafngilt í að segja 1 á móti 2 sinnum rótin af 1 plus c, minnið fallgildið í c, mínus hálfur, er jafnt og f af 0. Hvað gerist ef ég set 0 hérna inn, ég fæ rótin af 1 mínus 1 mínus 0, þannig að 0, mínus f af x, það er rótin af 1 plus x, mínus 1 mínus x deilt með 2, deilt með 0 mínus x. Ok, og nú er meðalgildisetningin búin að gera það sem hún getur fyrir okkur. Nú þurfum við að koma okkur sjálf í land. Já, við sjáum við erum með mínus svín hérna og mínus x. Ég ætla að margfalda báða megin við jafnaðarmerkið með mínus x. Þá stendur x sinnum, ég ætla að margfalda bara með x. Mínusin hérna styttir út. 1 á móti 2 sinnum rótin af 1 plus c, mínus hálfur,
er jafnt og rótin af 1 plus x mínus 1, svona, mínus x deilt með 2. Aðtöðu hérna mínusinn hér og mínusinn hér styttast út og ég margfaldaði með x báðum megin við jafnaðarmerkið. Þessi styttast út með þessu. Ok, nú stendur þetta svona. Hvað er það nú aftur sem við vildum sína? Við vildum sína, færum okkur upp, við vildum sína að þessi hér stærð sé minna en 0. Ég vil sína að þessi sé minna en 0. Við langar að gera þetta. Þetta er svona óskin okkar. Ok, við getum gert það. Við skoðum þessa hér stærð. Ok, er þetta minna en 0, segjum við. Ok, ég ætla að skrifa þetta aftur. Við erum með rótin af 1 plus x. Við erum með mínus 1 mínus x deilt með 2. Það er jafnt og x sinnum 1 á móti 2 sinnum rótin af 1 plus c mínus 1 á móti 2. Ok, getum við sýnt fram á að þetta hér sé minna en 0. Þá erum við búin að sína það sem við vildum sína. Ok, munum nú á hvaða bili að þetta dót er. X hérna er á bilinu mínus 1 til 0. Ok, þannig að þetta er mínustala. Þannig að til þess að þetta sé minna en 0, þá þarf þetta hér að vera plústala. Því hér er mínustala. Ok, er þetta plústala? Þá skoðum við. Ok, við erum með 1 á móti rótin af 1 plus c mínus 1 og svo hálfur út fyrir sviga. Getum gert það svona. Þá spurning, ok, hvor er stærri? Er þessi stærri eða þessi stærri? Hvað vitum við um töluna c? C er á bilinu mínus 1 til 0. Ok, þannig ég er með 1 mínus eitthvað smá. Ég er með einhverja tölu hérna undir rótinni sem er á bilinu 0 til 1. Þannig að undir hérna, striki í þessu broti hérna er ég með tölu sem er minni en 1. Þannig að allt í allt verður þetta broti hérna stærri en 1, ekki satt. Þannig að svo 1 á móti rótin af 1 plus c er stærri en 1. Sem þýðir aftur að 1 á móti rótin af 1 plus c mínus 1 er stærri en 0. Þannig að við erum eitthvað sem er, þessi hér stærð er stærri en 0, þetta hér er minna en 0, þannig að allt í allt er ég með eitthvað sem er minna en 0. Ok, nú erum við að gera þetta munnlega, þannig að þetta hérna, til að útskýra þetta á blaði þurfti maður þetta að vera vandvirkari, en hugsið þessi rök. Þetta er minna en 0, þetta er stærri en 0, allt í allt er þetta minna en 0. Hvað erum við þá búin að sína? Við erum búin að rökstyðja að rótin af 1 plus x mínus 1 mínus x deilt með 2 er minna en 0 ef x er á bilinu mínus 1 til 0. Ok, þetta er jafngilt í að segja að rótin af 1 plus x sé minna en 1 plus x deilt með 2. Ég umskrifa ójöfnuna mína ef x er á bilinu mínus 1 til 0. En munum í byrjun, alveg hérna áður en við byrjuðum, þá athuguðu hvernig stendur nú til með x jafnt á mínus 1, þá gildir ójöfnan sannarlega, þannig að við getum bætt við hérna í lokin. Við vorum búin að gá fyrir mínus 1 sérstaklega og þá erum við búin að sýna ójöfnun gildi akkurat á þessu bili. Ok, í þessu dæmi notuðum við meðalgildissetninguna beint, svo líka hægt að nota sér það sem við vitum um minnkandi og vaxandi fall, en við vorum að pröfa að æfa okkur þetta í að nota meðalgildissetninguna eins og hún er.